Nú líf og fjölbreytt starfsemi í nýjum skrifstofuklasa í Neskaupstað. Múlinn samvinnuhús verkefni sem Sún, samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað, hefur lengi haft í pípunum. Guðmundur R. Gíslason, framkvæmdastjóri Sún, var að vonum hress með gangmála þegar N4 kíkti í kaffi í Múlann á dögunum. Bara til hamingju með Múlann, þetta ofsalega flott. Já, takk hérlega fyrir það. Við erum líka bara mjög stolt af Múlannum hérna í Neskaupstað. Þetta orðið svona bara skemmtilegt samfélag af áhugaverðum stofnunum. Getur þú sagt mér aðeins hverjir eru hérna? Já, skal nú reyna að vanda mig að telja upp alla sem hérna eru. Það er semst hérna, það eru Origo og Matisse. Svo erum við með Austurbrú og Deloitte, Náttúrustofu Austurlands, Nox Health, Advania, Matvælastofnun, Hafrannsóknastofnun og Stapa lífeyrissjóð. Þá held ég að ég glemma neinum, ég held að þetta séu 10 aðilar sem eru hérna núna og það er alltaf að bætast í, sko. Skrifstofuklasar hafa risið víða land og misjafnt hverjar áherslurnar eru. Já, Múlinn rauninni ekki með neitt svona sérstakt þema, þannig að hér eru bara allir velkomnir, mismunandi fyrirtæki og stofnanir, einstaklingar. Við erum líka með opin rými, þannig að til dæmis ef fólk að koma hingað til styttri dvala þá getur fengið hér vinnu rými í opnu svæði og nemendur sem eru til dæmis í háskólanámi eða annað slíkt geta líka droppað við hérna og það voru menn til þess að nýta þetta núna páskana að vinna hér sem voru bara komið í heimsókn. Finnur maður ykkur á netinu ef maður kannski eitthvað á leiðin á Neskaupstað að vinna? Nei, við erum ekki við verðum með heimasíðu sem verður múlinn.is, hún er ekki komin í loftið. En þangað til þá er bara að hafa samband við Sún, samvinnufélag útgerðarmanna Neskaupstað ef maður vilja leigja sér. Og svo eru líka ennþá lausar skrifstofur til langtímaleigu. Það eru reyndar bara 3 ár eftir, þannig að fólk verður að hafa hraðar hendur ef vill komast inn í Múlann. Og þetta náttúrulega rosalega sniðugt ef mann til dæmis langar til þess að búa í aðeins minna sveitafélagi en kannski getur ekki alveg vinnunar vegna gert það, að þá er þetta kannski góður staður. Já, það er náttúrulega, ef við höfum lært eitthvað gott af COVID, þá er það að það er auðvelt að vinna í fjarvinnu og það eru fleiri og fleiri að uppgöta það. Þannig að hér til dæmis fólk inni í dag að vinna sem einstaklingar frá stórum fyrirtækjum, eins og hér bara einn einstaklingar að vinna frá Advania og 2 frá Origo og fólk náttúrulega að vinna líka í fjarvinnu. Og þetta fyrirtæki Nox Health er svefnrannsóknarfyrirtæki sem er alþjóðlegt og það er einn starfsmaður hérna í Múlanum að vinna frá þeim. Þannig að þú getur, segjum bara ef þú býrð í Reykjavík og ert að vinna í fyrirtæki og getur unnið starfið í fjarvinnu, þá getur þú leigt til skrifstofu í Múlanum ef þið langar að flytja til Neskaupstaðar eða til Fjarðabyggðar, skilur. Og ef þið langar að sjá fallegu austfirsku fjöllin út gluggann? Já, nákvæmlega, og bara gera eitthvað sniðugt í lífinu, það bara tækifærið núna, sko. Það er þá líka kannski ekki eins einmannalegt að sitja einhvern veginn einn, með vinnuna sína ef maður er hér. Nei, það er einmitt hugmyndafræðin með svona klösum og með þessum Múlinn. Múlinn heitir Múlinn samvinnuhús og það lýsir því sem hér á sér stað, það verður hér samvinna. Þó þú sért einn að vinna í tölvufyrirtæki eða svefnrannsóknarfyrirtæki eða hverju sem Náttúrustofu Austurlands, skilur, þá hittir fólk úr mismunandi geirum bara á kaffistofunni og þú þarft þá kannski ekki að leita langt yfir skammt, þú ert kannski bara með fólk í húsinu sem getur hjálpað þér með verkefni. Eða bara fengið sér kaffibolla með þeim og spjalla. Já, nákvæmlega, og búið til saumaklúbb, hvað sem er. Af hverju heitir þetta Múlinn? Múlinn, við höfðum nafnasamkeppni og það var hann heitir Guðlaugur sem fekk þá hugmynd að skýra þetta Múlann og það er bara í höfuð á fjallinu, bæjarfjallinu okkar sem hérna beint á móti, sem heitir Helliseyramúli en í daglegu tali kallað Múlinn og svo skeyttum við samvinnuhús við fyrir aftan til að lýsa starfseminni betur. Þetta er afskaplega glæsilegt hús. Geturðu sagt mér eitthvað arkitektúrinn? Já, þetta er rauninni tvískipt húsið eins og sjá má utan. Þetta er hús sem stóð hérna fyrir sem var upphaflega byggt af kaupfélaginu og var svo verslunin Nesbakki og það var nú búið að prjóna 2 við það hús og síðan byggðum við hérna við það líka, þetta byggingu sem við stöndum í núna. Og það voru arkitektar sem arkitektstofan heitir Grafít og það eru systur frá Djúpavogi, Alfa og Rán, Freystætur og það sjárunum að teikna viðbygginguna, útliti á húsinu og hannað allt saman að innan. Og við ákváðum bara að fara eftir öllu sem það sögðu, við erum ekkert að breyta því neitt mikið og nánast ekki neitt. Já, þær hafa bara fengið að stjórna hér? Já, þær gerðu allt eins og bara hérna í matsalum, þær völdu húsgögnin og keyptu plönturnar og allt saman. Já, eru þið ekki bara ánægð með þetta? Við erum bara mjög ánægð með þetta og eins og einhver sagði, þetta er bara með betri verkefni sem Sún hefur ráðist í, en samt hefur Sún ráðist í mörg verkefni. Þannig að ég held að bæði þeir sem vinna hérna í þessu húsi og líka bæjarbúar séu bara mjög ánægð með þetta verkefni.